hamingju með þetta, Þorgeir. Takk fyrir. Sko, gaman að hitta þig hérna aftur. Við vorum hérna í fyrra líka. Já, þetta er mjög gaman. En sko, ótrúlegt dæmi eiginlega frá Attilu. Þetta er uppboðssæti, þannig að þú varst ekki einu sinni valin í liðið. Hvað er það að pæla? Byrjum á því. Sko, þetta er náttúrulega bara mjög ung krísa. Við vorum með 4 mjög sterka hesta og smá klikk á æfingu og hérna var til þess að þetta lenti svona en mér langaði að taka þátt og ég ákvað að slá til. Ég fletti henni upp og skoðaði og þar var engin skráður keppnisárangur. Ég fekk ábendingu að hún hefði komið fram með ræktanda sínum Önnu Dóru í Vesturlandsdeildinni í fyrra. En annars bara nýliði á keppnisbrautinni. Hvernig bara uppgötvaðirðu þessa hrissu og fannstu að þetta væri allt þarna til staðar? Ég kynntist henni aðeins þegar hún var á 5 metra. Þá sýndi ég henni kynbóðadóm og bara fann strax að þetta væri virkilega efnilegu 5-gangari. Sýndi hann ekki reyndar í fyrra, en svo kom hún til mín núna áramót, alveg frábærlega uppbyggð af þeim hjónum á Bergi og bara ég fæ að njóta góðs af því. Það er að því þú talar hrossin frá Bergi, þetta er alveg einstaklega svona fasmikil og myndarleg hross sem að koma úr hrossaræktinni þar og þessi hrissa svona sver sig alveg í það mót. Skiptir það miklu máli að þetta komi eins og nefnir vel undirbúið í hendurnar á þér og þú getur tekið næsta skref? Alveg klárlega, það skiptir öllu máli sko. Þetta var kannski, ég bjóst ekki alveg við þetta færi svona núna, þetta var kannski frekar eiginlega planið á næsta ári, en þetta var ekki að þetta lendi svona sko. En þessi forkeppni var rosalega skemmtileg og spennandi, mörg ný pör og nýir hestar og það var alveg ljóst að þetta yrði hörku keppni. Á hvaða stigi bara fórst að hugsa þér á leiðinni að þú gætir unnið? Ég fer alltaf inn í þetta með að reyna að vinna, það er alveg þannig. Aðeins öðruvísi að koma sem uppboðssæti, þá er engin press á manni nefnum bara frá sjálfum manni og það var bara gaman að gera það þannig líka sko. En þú færir fullt af mikilvægum stigum með því að vinna svona grein. Horfirðu í stigakeppnina núna þegar þú kom með þetta í pottinn? Já, klárlega. Ég vissi að fyrstu 2 greinar væri ekki endilega kannski sterkastur, en nú fer þetta bara upp á því. Sko, hvað er annars að frétta af þér? Þú ert komin á nýjan stað og komin á fullt þar í sjálfstæðum rekstri. Er nóg að gera? Já, það vantar ekki. Nóg að hrossum. Vantar bara einhvern til að koma á moka. Vestamaður er í einhverju vinnu í Reykjavík. Já, ég sé það núna, en það væri fínt að fá einhvern. Aldrei að vita. Ég segi bara enn og aftur innilega til hamingju með frábæran árangur og bara skemmtilega niðurstöður. Þetta kom virkilega óvart og skemmtilegt. Takk hérlega fyrir.